Góðan dag, þetta er Ronja og Fanney. Og já, velkomin þáttinn okkar og við ætlum að tala um TikTok kendi mér þetta. En er það allt satt? Í dag ætlum við að tala um TikTok og hvernig það hefur áhrif á ungt fólk. Já, því TikTok er ekki bara dansar, fyndin myndbönd lengur. Það lærir fólk uppskriftir, námstips, æfingar, fréttir, förðun, hárgreiðslur og stundum bara alls konar vitleysu. Og spurningin er TikTok góður kennari eða eru við stundum að trúa hlutum sem eru ekki endilega sannir? Við ætlum að skoða góð ráð, slæm ráð, clickbait, trend og hvernig maður getur vitað hvort eitthvað sé satt eða bara bull. Byrja á einfaldu spurningu sem er hvað er TikTok kendi þér? Já, ég hef alveg lært mjög mikið á TikTok finnst mér, eins og bara uppskriftir, hvernig maður lærir að skipuleggja sig betur og síðan kannski bara einhver svona vefsíður fyrir námsráð, bara svona vefsíður sem er hægt að hjálpa manni að læra. Já. Og líka eins og bara með make-up, bara svona hvernig er hægt að mála sig. Já, ég er með fyrir húðina og augskugga og eyeliner og eitthvað þannig til hvernig maður að gera það og svona einhver flott look. Já. Og líka eins og með ræktina, þá hef ég notað mjög mikið TikTok til þess að gera æfingar. Að hvernig maður að gera það rétt eða bara eitthvað svona hugmyndir af æfingum. Það er alveg fullt sem maður notar eiginlega bara næstu allt sem maður notar fyrir TikTok. Já, en síðan er líka ráð sem maður hugsar bara býtu virkar þetta í alvöru eins og þú veist með einhver svona heilsuráð frá fólki sem er kannski ekkert sérfræðingar. Já, þetta er bara eitthvað. Og líka bara eitthvað svona þú getur lengt augnarðin á 2 dögum og þú gerir þetta, eitthvað svona alveg strugl. Já, einmitt. Og það er samt, það sem að gera svona TikTok áhugavert, þú veist, það er skemmtilegt, hratt og auðvelt að skilja, en maður þarf samt líka að bara nota gagnrýna hugsun og bara svona hugsa, er þetta satt? Já, þetta er ekkert alltaf satt, eða bara oftar en ekki eiginlega. Nú ætlum við að tala um jákvæð áhrif TikTok og unglinga. Við tölum oft að TikTok sé tímasóun, en það er líka margt jákvætt við það, sérstaklega fyrir unglinga. Já, til dæmis getur TikTok hjálpa manni að finna nýju áhugamál, maður sé kannski eitthvað mála, baka eða fara í ræktina eða jafnvel spila hljóðfæri og já, bara gera eitthvað skapandi hlut og þá hugsa maður geti prófað þetta sjálfur og vill gera þetta sjálfur. Já, ég held líka að margir byrja á einhverju nýju út af TikTok, til dæmis elda sjálfur, prófa nýja hárgreiðslu, læra að ferða sig, teikna eða jafnvel byrja að hreyfa sig. Já, TikTok getur líka hjálpa manni með skólan og ég hef sjálf séð myndbönd þar sem fólk útskýrir stærðfræði eða ensku eða dönsku eða eitthvað bara. Hvernig maður á að læra það fyrir próf á svona auðveldari hátt. Já, stundum útskýrir einhverja TikTok hlutina einfaldari en þegar maður heyrði það fyrst í kennslustundu eða eitthvað. Já, einmitt. Það þykir samt ekki að TikTok komi í staðinn fyrir skóla en það getur verið mjög gott hjálpartæki. Já, og svo er líka gott hvað fólk talar meira andlega líðan á TikTok og margir unglingar sjá myndbönd stress, kvíða, sjálfstraust og það bera sig bara ekki alltaf saman við aðra. Já, og getur hjálpað manni að finna að maður sé ekki einn, til dæmis ef maður er stressaður fyrir próf eða finnst maður vera að missa öllu, þá getur verið gott að sjá að aðrir upplefa líka og sért ekki bara einn. Hún ætlaði að tala um slæmráð, clickbait og bara já, erum komin að neikvæða hlutunum og það er fullt af ráðum á TikTok sem er ekkert endilega góð. Já, sérstaklega kemur að heilsu, útliti eða mataræði og peningum, stundum er fólk að gefa ráð án þess að hafa neina menntun eða reynslu í það sem við erum að tala um. Já, til dæmis eru mörg myndbönd sem segja þú veist, gerðu þetta í 3 daga og lífið þitt er bara búin að breytast eða breytist. Já. Og þú veist, það hljómar oft vel, svona já, að fyrstu, en já, oft er þetta bara til þess að fá áhorf eða eiginlega bara alltaf. Já, það kallast clickbait. Það er titillinn eða byrjunin á myndbandinu gerð til að fá þig til að horfa, jafnvel þó innihaldið sé ekkert sérstaklega gott. Nei, mitt og TikTok er þannig að ef eitthvað grípur athygliðina, þú veist, fyrstu sekúndurnar, þá heldur áfram að horfa. Já. Og þess vegna ýkja margir svona rosalega mikið, svona sérstaklega alveg fyrst. Já, það getur líka verið hættulegt ef að fólk trúir öllu bara sem ég sjáðu, sérstaklega ungt fólk sem er kannski bara að bera sig saman við aðra eða leita einföldum lausnum. Já, og góð regla getur verið ef eitthvað hljómar ógeðslega gott eða of gott þess að vera satt, að þá er það líklega bara ekkert satt. Já, nú ætlum við að tala um TikTok sem fréttamiðl. Nú fá margir fréttir fyrst á TikTok, ekkert endilega á fréttasíðum, heldur bara í stuttum myndböndum. Já, ég held einmitt að margir unglingar sjá fréttir eða atburði fyrst á TikTok og fara síðan kannski á aðra svona bara aðalega fréttamiðla til þess að leita þetta betur. Já, og getur alveg verið gott því að þá nær þú veist fréttin fljótt til ungs fólks og það ungt fólk er svo mikið á TikTok og svona en vandamálið er að stundum vantar samhengið.
Já, einmitt, maður sé kannski bara 20 sekúndna myndband eitthvað stórt mál og þá getur maður fengið svona mjög einfalda og auðvelda mynd af ykkur sem þú veist, í rauninni bara miklu flóknara og meira efni Já, síðan getur líka alveg verið erfitt að vita hvort myndbandi sé hlutlægt. Er manneskjan að segja staðreyndir eða er hún bara að segja sína skoðun? Já, einmitt, það tengist fjölmiðlalæsi og maður þarf að spyrja hver að segja þetta og þú veist hvaðan koma upplýsingarnar og er hægt að finna þetta á fleiri stöðum. Já, ef maður sér eitthvað mikilvægt á TikTok, sérstaklega fréttir, þá er gott að hugsa, athuga hvort að traustir miðlar séu líka að fjalla það. Já. Af hverju verður eitthvað vinsælt? Og við ætlum að fara hans í léttari hlutina og af hverju verður eitthvað svona að trendi? Já, ég held að það sé oft því að það er auðvelt að taka þátt, til dæmis dans, hljóð, brandari eða eitthvað sem er bara endurgert. Já, allir geta endurgert og stundum verður eitthvað vinsælt bara því að það er svo heimskulegt eða þú veist það verður fyndið eða eitthvað svoleiðis eins og eitthvað mím. Já, það er líka áhugavert hvernig TikTok getur, þú veist, haft áhrif á tónlist. Lag getur orðið vinsælt bara því að 15 sekúndur er notaðar í trend, þá bara vita allir hvað þessar 15 sekúndur. Já, eins og hana með Sarah Larson. Já. Hana mýmið með hana Symphony. Já, hún var alltaf fræg en hún svona alveg poppaði bara. Já, eftir það. Já, einmitt. Já, og sama með svona slangur eða svona, slengorð. Já. Þá er svona orðið að setningar geta orðið vinsælt mjög hratt og svona allt í einu og allir eru hættir að nota þær. Og, já, eða svona allir hættir að sinna allt í einu nota þær, þá er þetta bara svona cringe eða svona. Já. Það sýnir þú veist hvað samfélagsmiðlar hafa mikil áhrif á hvernig ungt fólk talar, hlusta á tónlist og jafnvel klæðir sig bara. Já, trend geta alveg verið mjög skemmtileg en geta líka alveg skapa pressu og það hafa alveg verið svona mjög, slæm trend eða bara svona skrítin trend. Já. Og sem ég finnst að þurfa að fylgjast með öllu til að vera ekki út undan sem er líka ekkert eitthvað mjög jákvætt. Einmitt. Þá ætlum við að fara í einn leik sem heitir TikTok eða bull. Reglurnar eru einfaldar, ég segir ráð eða staðhæfingu sem gæti verið á TikTok og þú segir hvort þetta hljómar eins og gott ráð eða bull. Já, ok, ég er til að byrjum. Ok, fyrsta, ef þú vaknar klukkan 5 á morgnana á hverjum degi verður þú sjálfkrafa miklu betri námsmaður. Ég segi bull. Það getur virkað fyrir suma en ef þú sefur ekki nóg verður þú örugglega bara, þreyttari. Já, ég er alveg sammála. Svefn skiptir svo miklu meira máli en að vakna ógeðslega snemma bara því að TikTok sagði það. Já, ég er alveg búin að sjá marga sem er bara að vakna klukkan 4 og gera eitt og þetta sem er kannski ekkert eitthvað alltaf geggjað. Já, einmitt. Næsta, að læra í 25 mínútur og taka svo 5 mínútna pásu getur hjálpað einbindingu. Já, það hljómar alveg eins og gott ráð. Það er svona allavega fyrir þessa kynslóð. Það er alveg raunhæft og ekkert eitthvað of ýkt allavega. Já, þetta er dæmi ráð sem getur hjálpað sumum. Síðasta, ef þú kaupir þetta eina ákveðna pennaveski verður líf þitt skipulagðara. Já, ok, það er bull. Mjög mikið svona TikTok bull. En já, það getur verið fínt pennaveski en þú veist, það mun ekkert laga allt lífið þitt og þú mun bara ennþá vera sama manneskjan og ekkert breytast. Já, nákvæmlega. Stundur selur TikTok okkur þá hugmynd og við þurfum bara að kaupa eitthvað til að verða betri útgáfa okkur sjálfum en það er samt aldrei að fara að breyta manneskjunni bara út af einhverjum pennaveski. Já, einmitt. En já, hvernig vitum við hvort það sé verið að segja satt? Já, fyrsta skrefið er náttúrulega bara aðtuga hver er að tala. Er þetta sérfræðingur, venjulegur notandi, áhrifavaldur eða bara einhver sem er að reyna að selja vöru? Já, síðan annars skref er að skoða hvort að heimildir sé að segja sama. Og þú veist, ef það er bara eitthvað eitt myndband sem er að segja eitthvað mjög stórt og með eitthvað svakalega skoðun þá er alveg líklegt að þetta sé ekkert endilega satt og maður þarf að passa sig aðeins á því. Og þriðja skrefið er að skoða hvort það sé staðreynd eða skoðun. Það er alveg í lagi að fólk hafi skoðanir en það má samt ekki rugla við staðreyndir. Já, og svo þarf maður líka að muna að TikTok reikniriti sýnir okkur meira af því sem við horfum á. Þannig ef þú ert að horfa mikið á okkur ákveðnu efni þá færðu meira af því efni. Einmitt. Og þá getur maður líka lent í einhver svona klandri þar sem mann finnst allir hugsa eins þó að sé ekki endilega þurft rétt. Já, og þess vegna er einmitt mikilvægt að vera gagnrýnin og já, sérstaklega þegar efni tengist heilsu, fréttum, peningum eða sjálfsmyndum. Já. Þá ætlum við bara að fara yfir loka niðurstöðuna. Niðurstaðan er eiginlega svo að TikTok er bæði bara gott og slæmt. Já, maður getur lært fullt og fengið fullt af hugmyndum og hlegið en maður þarf líka að passa sig á clickbait og samanburðum og tímasóun. Já, það mikilvægast er að hugsa gagnrýnið og trúa ekki öllu sem maður sér. Já, TikTok er skemmtilegt en það á ekki stjórn því sem hvernig mann líður eða hvernig maður trúir eða gerir. Já.
Takk fyrir að hlusta á þáttinn okkar.